En ég ætla að vitna hana Ernu Jónsdóttur hérna í viðtal sem að birtist inn á Vísi við hana. Það var ekki talað það sem fyrir neðan mitti í gamla daga. Maður talaði ekki blæðingar, ekki einu sinni við vinkonur sínar. Ég fekk mikla verki við blæðingar, átti erfitt með að anda og lá í keng. En orðin blæðingar og túrverkir voru ljót orð. Við notuðum þau ekki þannig að eðli málsins samkvæmt var erfitt að ræða líðan sína. Ég hélt að þetta ætti að vera svona og þorði ekkert að segja. Maður kvartaði ekki. Við vorum með heimatilbúin dömubindi sem við þurftum að þvo yfir daginn. Það var bannað að hengja þau út á snúru því þá sáust þau. Þannig að við þurrkuðum þau í laumi við olíukyndinguna. Svo mátti ekki þvo bindin með öðru taugi enda voru þau skítug. Þetta var hið vandræðalegasta mál. Mér finnst þetta skemmtilegt svona líta hvað við erum þó komin langt. Svona við getum sagt blæðingar upphátt og við getum sagt ég er með túrverki þó við séum niður á N1 og það sé fólk nálagt. Ég ætla þá að bjóða velkomna á svið Auði Smith, kvensjúkdómalækni. Hún ætlar að fjalla þjónustu fyrir konur með endómetríósu. Góðan daginn. Er ekki hérna? Góðan daginn og kæra þakki fyrir að bjóða mér hingað og hérna. Ég vildi sjá ykkur mjög margar miklu oftar. Það er tvíeggjað og tvíbent sverð að segja svoleiðis en læknir getur kannski ekki alltaf sagt ómikið gaman að sjá það því ég veit að það er ekki gaman að koma til mín. En þið viti hvað ég meina. Reynir veit hvað ég meina. En ég ætla svona aðeins bara örstutt að fara yfir hvort að virkilega þetta frá því 2006 til 2016 að það hafi orðið einhverja framfarir í þjónustu því að það sem að mér hefur þurft sem sagt bæta og þegar ég kom, bara takk fyrir Reynir að nefna mig þarna endurtekið en ég er náttúrulega engin súperkona fullt af góðum læknum sem að kunna á endómetríósu en það sem að ég upprunalega fór í það var alveg á hreinu frá því ég var lítil að ég ætlaði mér að verða læknir þó var engin læknir í fjölskyldunni og ég ætlaði að lækna konur helst sem var að fæða börn af því að það var myrkur á nóttin þegar fæddi börnin af því að ég heyri alltaf öskrin og öskur og verkir eiga heim í myrkunu. Það var einhvern veginn þannig. Svo endaði það bara þegar ég fór að vinna við þetta þá fannst mér fæðingarnar yndislegar en mér fannst kvenlækningarnar miklu meira spes. Og sérstaklega að því að svolítið eins og meðganga að það var mjög mörg vandamál í kvensjúkdómafræðinni höfðu byrjun og endi. Maður fékk blöðru á eggjastokk, maður gat skrelt hana út, aðgerð sem var skemmtilegt búið. Mikla blæðingar, útskaf, hreinsa, búið, kannski einhverja pillur. Was I right or was I right? Nei, það er ekki alveg þannig og svo enda ég á því að velja mig líka og fannst áhugaverðast það sem er sennilega einmitt það sem er ekki með byrjun og endanlegan endi en það er samtíður ekki samt að það sé ekki hægt að gera eitthvað í því. Þess vegna er þetta kannski ennþá meira challenging á góðu gömlu máli, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Áskorun. Og ég ætla bara að segja þetta svona í stuttu, ég hafi þetta á gulu og ég er að vonast til að þetta sjáist hérna, að ég verð að játa það líka að heimkoma hingað til Íslands frá Skotlandinu góða og það er alveg aðskilið Skotland og England, mjög sterkur punktur og Liverpool-lagi hérna áðan og svona, það er ennst, en heimkoma þá 2013 sem sérfræðingum með sérfræðiprófi í kvensjúkdómum og fæðingarfræðum og með sér áhuga þá var laparoskópísk eða kviðsjárspeglunnar aðgerðir í þessum sjúkdómum ekki gefinn sérstakur stimpil sem sér grein en ég fór alveg fyrir orð góðra manna til Middlesbrough í 1 ári eftir að hafa verið í Skotlandi á spítalanum hans Reynis í Dundee og þannig ég fór þangað 7. ári mitt til Englands þar sem er tertiary referral spítali þar sem að erfiðustu endometriósu case inn í Norður Englandi koma. Þannig að þar fékk maður mikið
að sjá og æfa sig og læra. Og það var með þá sér þekkingu sem ég kom heim og bara það sem mig var alltaf langað að vera er að verða góður læknir, og ég tala nú ekki að vera frábær læknir, en ég allavega fekk mjög góðan bakgrunn í þetta og þetta sem við vorum að gera sérstaklega Mílsbæ og kalla RALI eða Radical Laparoscopic Excision of Endometriosis, og þetta voru bara næstu eins og Ásgeir kannast við sem er kvensjúkdóma krabbameinsskurðlæknir. Þetta nánast svipaðar aðgerðir og krabbameinsaðgerðir. Endometriosin hagar sér svolítið svoleiðis. Hún ekkert að fara eftir einhverjum línum og skilum í vefjum og getur þess að vera leiðileg og erfið, en hreinsa allan sjúkdóminn í burtu og þá vonandi loka lúpnum svolítið. En gera þetta á sem fínastan og sértakastan hátt, vera ekki að skemma, náttúrulega eins og læknir aldrei að skemma, og koma heim og reyna að hjálpa konum með þetta vandamál. Hér var í rauninni, ég veit ekki hvað þau eru margir í teymi, en það var allavega 2 manna yndislegt teymi manna hér heima sem að heita Reyni Tómas og Jensa Guðmundsson, sem ég kalla alltaf maestro minn og þarna í guðluskiptunni sinni, og sem hefur lært mikið eftir laparoskópi, og þeir höfðu virkilega áhuga á þessu fyrirbæri. Og einmitt kannski var ég að koma heim með svolítið, mikið áhuga á fyrirbæri sem allir vissu var til en ekki mikill áhugi fyrir, af því að það var ekkert mikið vita hvað átt að gera við þetta en bara fjarlæga líffærin og einmitt liggja á gólfinu og klaka eða þingvöllum í mosa. En þannig að þeir voru mjög inspírerandi og við ákveðum að setja upp svona hálfgert teymistað þar sem við leiddum okkur, ég alveg glænir sérfræðingur að koma heim, þeir styðja mig og það mikilvægt að við séum saman og við erum ekki það stór þjóð, það Miðlsbóra voru að koma sjúklingar frá mun stærra upptökusvæði heldur en bara allt Ísland er. Þannig að þið vitið að það náttúrulega mjög mikilvægt á svona litlu landi og við þurfum kannski aðeins að tala það við pólitíkusan líka, að það mikilvægt að það séu fáir að gera erfiðus hlutina, að þá næst miklu betri árangur og enginn að segja að vera með einhverja kóngatilburði því, en við höfum bara geta rætt málin og skiptum á milli okkar og það kannski svolítið pólitískt líka. Byrja á því að vera með eina göngudeildar móttöku í viku sem að ég alltaf kallat af endomóttakan mín, sem að náttúrulega 1 dagur í viku ekki að duga því að ég get ekki séð konur í 10 mínútur í svona móttöku, það bara ekki, það hvorki þeim né mér báðlegt. Og svo ég með yfirleitt 2 aðgerðadaga í viku sem að veit ekkert af. Og mér finnst ótrúlegt að sé komin 13 ár síðan þetta var, en það nú margt sem hefur gerst í millitíðinni. Og þessi fyrstu ár hérna heima, þá kemur þetta svona eins og ég myndi kalla það, var kannski eitthvað vakning. Ég bara var full ég var eldhug og náði að koma þessum góðum mönnum til við mig að vera með í þessu og það stóð ekki á því og hitti náttúrulega, það kom alveg runan að konum til mín og það var náttúrulega mjög ljóst að það þurfti að standa mun betur á greiningu og meðferð. 7 til 9 ára töf á greiningu náttúrulega bara ekki ásættanleg. Og ég var að sjá konur sem var að koma til mín og þær voru ekki búin að fara í 1 eða 2 eða 3 laparoskópiskar eða líka opnar, heldur kannski 13, 14, 15 og eru ennþá mjög slæmar. Og það var greinlegt að það þurfti að standa betur á fræðslu ekki bara sjúklinga og almennings, heldur heilbrigðis starfsfólks líka og ég meina þessar sögur sem á tilvitnaðinni hérna, þú veist manni líður illa að maður skamma sín fyrir kollega sem tala svona til fólks að þurrka upp eins og harðfisk eða saltfisk og ég meina þetta aðeins meira máli en það. Ég held að þið tekið illa, ég ætla ekki að fara út í það. Og þannig að við sáum að það að fara að stofna stuðningshóp, sjúklinga og aðstandenda væri mikilvægt. Við vildum ekki vera mjög áberandi í því, bara meira að vera baksviðs og hjálpa til upp á húsnæði, þetta kostar allt saman og Reynir náttúrulega ávallt tilbúin þar að með Hringspítalann eða salinn þar og Jens í kaffinu og ég að baka? Nei, ég ger það aldrei. En þetta gekk mjög vel. Það sem að þurfti líka var að fá
samvinnu með frjósemilækna eða ófrjósemilækna, ég veit ekki hvað við hefum að kalla þetta, en það kom mjög mikið á mitt borð, fann ég, þó það væri glasafrjókunardeild, tæknifrjókunardeild á Landspítalanum sem bara á sama ári ég kem heim held ég ári síðar, flytur sig sér. Þetta mjög stór hluti af þessum hópi sem að þarfnast á þessari aðstoð og þetta eitthvað sem við verðum að gera saman. Og það þýðir ekkert að einn segja eitt og annar eitthvað, en það hefur í sjálfu sér gengið ágætlega. Þörf á verkjateymi, engin spurning, en bara á Landspítala Háskólasjúkrahúsi var ekki til verkjateymi. Og það var eitthvað sem að, ég var náttúrulega þekkt ekki frá því utan var náttúrulega verkjateymi og það var gífurlega gaman að tala við konur fyrir aðgerð, taka þær í stórar aðgerðir og sjá þær síðan eftir á og hvernig árangurinn var, en vita síðan að þeim fylgt eftir, þar fóru í ákveðin farveg og höfðu mjög gott backup eftir á. Það þurfti allt saman hér. Það var þörf á þessum þverfaglegu vinnubrögðum og það hefur eiginlega verið, þessi tími hefur verið svolítið að fara í að reyna að byggja þetta upp og það hefur verið svolítið erfiður róður og hægur finnst manni þegar maður horfir tilbaka en samt, einhvern veginn sem ég held samt eins og vorum að tala það hefur eitthvað gerst en betur má að duga skal, það alveg á hreinu og við hefðum meðal átt að hafa heilbrigðisráðherra með okkur hérna. Samtökin stofnuð hérna 2006 og það var alveg svolítið vendipunktur og eiginlega bara mjög mikill vendipunktur. Farvegur markaður fyrir sjúklinga sem best, þannig að það það sem við erum búin að vera að reyna að gera, vera með sér móttökur, ég að reyna að sjá einhverjum konur sem með þennan sjúkdóm og halda utan þær eins og ég get og varandi verkjateymi, það var algjörlega bara, það eru læknar á spítalanum, svæfingalæknar sérstaklega, sem hafa sérhæft sig í verkjameðferð og endurhæfingarlæknar líka, en þeir sem hafa verið á spítalanum og þetta sjáði fyrir hrun, þar sem að allt var á uppleið, það skiptir engu máli í heilbrigðiskerfinu, ég hef aldrei heyrt að það hefur skipt máli í heilbrigðiskerfinu, þarna hefðum við átt að geta alveg farið upp á topp og fengið fullt eins og var að gerast víða í bankaviðskipta heimnum held ég, en við erum ekki þar, svona venjulegt fólk sem að vinnum á gólfinu og borgum skattan í þetta kerfi og það alveg annað kapítuli út af fyrir sig. Þannig ég bara gróf mig kannski þá gröf að mér var boðið að taka þátt í verkjafræðum þetta Scandinavian Society of Anesthesiologists and Intensive Care Medicine practice sem eru svæfinga og verkjalæknar í Skandinavíu sem eru með sér verkjanám og diplóma eftir tveggja hálfsársnám þar. Þannig að ég hugsa bara já, ég geri þetta, ég verða þó ég kunni aðgerðirnar þá verð ég líka að geta allavega gert eitthvað í hinu líka þegar það skiptir máli og ekki það gekk á ýmsu á þessum árum en þetta náttúrulega gekk ekkert bara á mér einni því að það náttúrulega var mikil samstaða held ég eftir að komin heim og Reynir og Jens Jens var yfirlæknir þá að þetta yrði bara það sem skipti máli að sentralisera skurðlækningarnar að það sé gert á einum stað eins og ég segi eins og verið að gera líka í krabbameinskurðlækningum að það sé ekki kannski eitt skurðlæknir ekki stórt á landi að gera 2 svona eða 1 aðgerð á ári, heldur að við sem að gera mikið en það næst miklu betri árangur. Og það ekkert sem að, það hefur held ég tekist mjög vel og það mikið að til dæmis frá Akureyri og víðar, Egilsstöðum, víðar sem að við fáum konur sem náttúrulega svolítið eru langt frá okkur en þær koma oft til aðgerðar og við erum þá aðeins að sjá þar með lengra millibili en það eru samstarfslæknar annar staðar sem að eru mjög mikil hjálp í þessum málum. Á þessum mánum, þessum töðum, þá hefur nokkur sinnum og við talað á heilsugæslu og kvensjúkdóma ráðstefnum og ég farið á allavega 2, 3 og svona þing því að mér finnst mjög mikilvægt að heilsugæslulæknar sé að spila stóra rulli í þessu og líka að kveikja á þessu og spurja ungu stúlkurnar sem eru að koma frá pilluna.
það fána bara sem getnaðvörn eða hversu slæm ertu? Nú, já, var mamma en mjög slæm, þú veist, aðeins að byrja að passa þá sögu alveg eins og með allt annað. Læknadagar eins og Reynir myndist á, vorum alveg heila sessjón á læknadögum þar sem margir komu. Norræna ráðstefnan í Hörpu, hún var alveg frábær og hún var í rauninni samtökin hér sem stóðu að henni og komu aðilar þar að frá mörgum hornum úr samfélaginu. Á þessum árum hef ég líka myndað ákveðin, það alltaf góð samvinna við verkefni Reykjalundar og Magnús Ólafsson yfirlæknir þar, ekki það ennþá þannig að það yfirleitt að ég tek upp síman og þetta svolítið íslenskt, við tölum maður við mann, ég sendi bréf og þetta fer svolítið eftir hver slags vandamálið en það ákveðin hlutur sem hentar sumum og svo hef ég nú bara, það eru mjög meðvirkir svæfingalæknar á spítalunum sem við höfum nú líka fengið til sérstaklega Guðmundur Björnsson í erfiðum tilfellum þar sem hann getur veitt deyfingar og annað. Þannig að þetta svona bara svolítið, svona já, maður svona reynir að vera hagsinn húsmóður í því að reyna að nýta það sem fyrir en það sem vantar að við höfum allsherjar center eða centraliseringu fyrir þjónustuna. Eygló Harðar sem var þáverandi þingmaður, hún var mikill stuðningur og fórum upp í heilbrigðisráðuneyti með frumvarp varðandi endómetríósu. Ég veit ekki til þess að það hafi ennþá farið í gegn en það var mjög áhugavert að sjá hverjir höfðu mestan, við sátum þarna, fórum 2 læknar og tvær konur, töluðum þarna og vorum skjálfandi á beinunum að tala við þetta fína fólk sem stjórnar landinu okkar. Og þar alveg sá ég út hverjir höfðu áhuga að hlusta og alveg sá hverjir þingmenn sem sátu þennan fund, horfandi á sérstaklega konur sem voru greinilega sveittar að lýsa því sem að þær voru að tala og leið ekkert vel með það, voru í tölvuleik á símanum. Ég ætla ekki að vera frekari pólitík en það voru sumir sem gerðu það. Þeir fá ekki, ég mun ekki kjósa þá. En síðan hefur þetta komið svona inn hins seinni ár, vaxandi samvinna, ég gleymi þessu hér, ég var komin hingað, svo kemur 2013, þá bætist við liðsaukinn Ragnheiður Oddný Árnadóttir, sem að hérna einhvers staðar, ég má ekki beina þessu, þá ger ég blinda, hún þannig hún, já. Kemur hún frá Uppsölum í Svíþjóð, kvensjúkdómafæðingalæknir og hefur unnið mikið þar með honum Mats, sem maður ekki heldur eftirnafnið á, Ólafsson, sem sérstaklega varðandi lyfjafræðilegu meðferðina og verkjafræðilegu meðferðina á endómetríósu en einnig eru framkvæmdar skurðaðgerðir í Uppsölum. Og það var mjög gott að ég þurfti aðeins að bregða mig frá hérna, þannig hún bann nú hitan og þungan af þessu í nokkuð tíma. Síðan kemur hann Ásgeir en hann fór bara á næstu síðu og hann var þarna líka. Það verið mikil og vaxandi samvinna með Grindabólsteymi LSH sem að í rauninni bara annar hluti sem að opnast eiginlega alveg orðum að gryfja. Ég þarf ekkert að segja ykkur þennan sjúkdóm, þið vitið það allt saman. Það ekkert bara endói, það margt annað sem hangir á spýtunni. Konur eru oft komnar með svo mikla spennu í allan skrokkinn og hvað þá grindarbotnið og gleymist að maður getur verið farlama af festumeinum og vöðvabólgum í öxlum og baki. En grindarbotnin og festurnar og festulíffarana sem eru sífellt bólgin og eru að reyna að hreinsa til utanakomandi blóð og frumur, að það myndast bólga þar í kring líka. Þannig að þessi viðbót hér, að þetta grindarbotsteymi hérna sem Kristi Jónsdóttir og Helga Medek og hann Jóhannesson, hann minni litli, þau hafa verið svolítið að hjálpa og koma inn þar sem konur, þar sem að megin kannski áherslan á ákveðnum tími í þeirra lífi að reyna að hjálpa grindarbotninum að fara niður svolítið, ná niður spennu og verkjum þaðan. Og tala nú ekki hana Halldór Eyjólfsdóttir sem hefur verið minnst hérna á áðan, að hún með sérstaka grindarbotstjálfun fyrir konur með þetta vandamál. Ég misti nú aðeins af þessu hérna en það var sagt að verkið með LSH var endurreist þarna 2014
Það hefur verið gert, já, en það ekki alveg funksionelt ennþá. Það fyrst og fremst fyrir sjúklinga sem liggja inni. Það mikið náttúrulega horft til krabbameinssjúklinga. Sigríður Sóeka sem verkjahjúkrunarfræðingur, ég hef leitað svolítið til hennar og það á dagskráni að við komum svona út sem lítið mengi hérna út frá þessu. En allavega það eitthvað að gerast hér og það fleiri, ég eini en svo ég viti til kvensjúkdómalæknirinn á Norðurlöndum sem hefur þetta verkjadiplóma. Það yfirleitt svæfingalæknar eða endurhæfingalæknar og það hafa bæst við núna 2 svæfingalæknar, yngri svæfingalæknar sem hafa áhuga á þessu. Ég ætla að virkja þá svolítið í þetta. Þraut og Arnór Víkingsson sem þar á bakvið, hann hefur verið mjög hjálplegur líka því að vefjagigtin, það alltaf spurning egg og hænu með þennan andstyggðar sjúkdóm og aðra sjúkdóma sem fylgja og alveg spurning hvað eins og ég segi egg og hæna, hvað býtur í endan á hvoru og hvernig þetta skilja á milli. En við verðum að muna það að það eru til margir sjúkdómar sem byrja hérna sem hvítir og svo svart hérna, það grátt svæði hérna á milli og það mjög stórt. Svo nefndi ég hann Ásgeir Thoroddsen, hérna læknir sem kom líka og einmitt þegar ég var svolítið í burtu, það var eiginlega svolítið sem að þau komu inn þá og hafa verið svo yndislega og hafa áhuga á þessu fæi og náttúrulega mjög góður kírúrg. Það sem ég ætlaði að segja hér að 2016 myndi ég segja að áherslan hefur aukist á þessum árum hægt og rólega, þá það að ígrunda uppvinnslu sjúklinga, að fá að hitta ykkur, tala við ykkur, taka heildarmyndina, ekki bara að já, þið illt ekki og við skulum bara taka hann eins og ég veit að sumar hér mér þroskaðri konur hafa gengið í gegnum. Það þarf að taka meira inn í, við þurfum að gera þetta á almennilegan hátt með almennilegum móttökum og fleiri móttökum og gefa okkur betri tími í það. Stefnan að gera færri og nákvæmari skurðaðgerðir, hafa planaðar aðgerðir þar sem við getum undirbúið. Ef það þarf að fara út í að fjarlægja hluta af ristli eða eitthvað slíkt að fólk sé undirbúið undir það og vita varðandi frjósemi og annað, þetta skiptir allt máli. Ekki, það mun betra heldur að fara í þessar skyndilausnir sem eru bráðaaðgerðir vegna þess að fólk kemur inn, konur koma inn, eru kannski með eða sagt, konur með enda og eru auður í vinnu, hverju vinnu, nei við skulum bara spekla og sjá hvað þetta Það hægt að tæma svona blöðrur, það bara að koma aftur. En við þurfum líka að ígrunda þessar skyndikomur að sé betri aðgengi að okkur með þetta. Það sem að núna það sem skiptir máli fyrirbyggjandi lyfjameðferð hjá konum. Þetta hormónastýrður sjúkdómur og ég ætla að verða rosalega góður kírúrg og fara í eitthvað sem að hafi upphaf og endi. En það afskaplega sárt að uppgöta það þegar maður fer að grafast betur fyrir þetta og fleiri fara að sýna þessu sjúkdóm áhuga að jafnvel þó maður taki allt sem mögulegt eftir ár hafi konan ekki haldið blæðingum niðri helmingur sjúkdómsins, helmingur kvenna komið með sjúkdóminn á einhverju leyti tilbaka. Þannig að það bara því miður ekki hægt að gera eina svakalega flotta aðgerð og klára málið. Þannig við þurfum að halda honum niðri og það það sem að skiptir máli. Það sem ættarsaga, áhættuþættir, konur sem hafa verið með einhvers konar galla á kerfinu, lokað meyjarhaft eða vantar hluta af leggöngum sem þannig eru vaxin saman, þannig miklu meira bakflæði af blóðinu í kviðarhol, vera vakandi fyrir þessu hjá ungum stúlkum. Það fá miklu frekar endometriósu en aðrar eða ófrjósemi vandi og til dæmis eftir skurðaðgerðir að passa upp á að halda blæðingunum niðri. Og svo það bara spurning að finna sem bestu lyfin eða meðferðina við því. Og það alltaf svolítið að bætast í sarpinn þar. Og endo og langvinnir grindarholsverkir eitthvað sem líka mjög mikið það sem við erum að horfa til árið 2016. Þannig þetta að vera búið. 2016 og áfram,
Það þetta hérna seti númer 1, að auðvelda aðgengi sjúklinga að þjónustu í ljósi aukinna þarfar. Þetta er aukin þörf. Mér líður mjög illa þegar ég veit að ég með endalausa miða og raðir á bakinu þegar ég ekki að ná að klára það. Og þó okkur hafa bara sliðsauki að við þurfum að setja þetta í betri fasta skorður. Það væri mjög gott að hafa skipulega ráðgjöf hjúkrunarfræðinga, símatíma, þannig það í Uppsölum og Ragnheiður þekkir það vel. Það fastur tími sem hægt að hringja í hverju viku og síðan hægt að setja inn á svona semi-bráðalista. Það væri náttúrulega alveg prímert, við erum búin að tala þetta hér í nokkur ár, en nú getum við bara hlegið að því að gerist ekkert hvort sem það uppgangur eða kreppa, þannig að, og spítali, ég veit ekki með það, en við bara setjum þetta á oddi núna. Og þetta sama sem okkur sem erum að sinna ykkur og að hafa skipulega teymisvinnu þverfaglega og við ætlum að reyna jafnvel að koma að fundi á núna jafnvel fyrir aðalfund samtakana. Ok, svo eitthvað gerist. Og bara umfram allt, eins og ég segi, að leita lausna fremur en valda vanda. Og ég man ekki hvernig það er sagt á latínu reynir, en læknir á aldrei að hann á að lækna og líkna en ekki valda skaða. Og það er það sem að ég vil endilega benda ykkur á. Ef að þið eru hrædd að það sé verið að gera eitthvað sem ekki á að vera að gera, manneskjur eru að fara í ungar stúlkur að fara í aðgerðir á kannski stöðum það sem ekki aðstæða til að gera það besta. Og það er ekkert mikilmennsku brjálæði í mér eða okkur. Það er bara til þess að veita besta þjónustu. Mér er mikið í mun að það sé gert. Og líka vinna saman og vera opin fyrir hugmyndum og við læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið, við þurfum að fá líka feedbacki frá ykkur sem að ég held að hafi gengið ágætlega. Og svo hérna sem að á nú best Jens minn og reyni af þeim læknum sem að ég hef lært af og ég ætlaði að verða svona sko, a good doctor treats the disease but an excellent doctor treats the patient. Ég nú búin að læra það með gráðhárunum. Þannig að bara kæra þakkir og ég var að sýna ykkur frá Skotlandi að það er engin rós án þyrna og það er engin pistill án þyrna heldur. Þannig að þið sjáu þótt að sé nú svona hrikalegt kvikindi þessi þyrstill að hann stingum að hræðilega og maður er heillengi með verkina eftir það. Aðgerðirnar stundum svona en sjáu hvað þetta er fallegt. Takk fyrir mig.